Oft hef ég setið og diktað upp dýrlegan arf, dvalist á svæði mjög gráu. Af kostgæfni hef ég þar unnið mjög eigingjarnt starf í íslenskra bókmenntaþágu. Orðsins meistari Þórarinn Eldjárn stendur á 70 og að gefa út bók með 70 vísum eins og honum von og vísa. Til hamingju með daginn. Þakka þér fyrir. Áttirðu von á þess að verða 70? Já, ég svona frá því að ég lærði fyrstu atriðin í reikningi sem ég fór nú aldrei mjög djúpt í, þá hef ég áttað mig á því að fyrst ég fæddur 1949 þá yrði ég 70 2019 ef mér auðnaðist að lifa. Veistu það, þetta er dásamleg bók. Ég las hana alla í einni atrinu í gær, daginn fyrir afmælisdaginn og þarna kemur náttúrulega enn og aftur fram Þórarinn Eldjárn sem virðist bara einfaldlega að vera svo heppinn með tungumál. Já, elskar þetta tungumál. Já, ég er alveg saman á því að ég tel okkur öll sem höfum íslensku sem móðurmál vera mjög heppin. Það táknar ekkert endilega það að allar aðrar þjóðir séu óheppnar. Nei. Reynd ekki, en við erum mjög heppin. En þú ert alltaf að reyna á tungumálið. Þú ert búin að gera það í öllum þínum bókum meira og minna. Hún hlýtur ennþá að vera að koma þér á óvart. Íslenskun. Já, þar er dýpt og möguleikar og síðan öll þessi hefð íslenska allra tíma og að við skulum geta með svona tiltölulega auðveldum hætti tengt okkur svona langt aftur í aldir. Það er að vísu goðsögn að hver sem geti bara rifið upp handrit út í Árnastofnun og lesi það eins og ekkert sé bara og haft á náttbörðinu heima hjá sér. En samt að öllu eða flestu leyti þá þetta sama tungumál. Þetta hefur varðveist svolítið eins og í formalínni. Ekki vil ég nú segja það. Heldur þvert á móti því að ekkert lifir sem í formalínni. Nei. En 70 ljóð, 70 vísur stökur í þessari bók á 70 árum. Þinn höfundaferill hefur verið mjög sérstakur fyrir utan hversu farsæll hann hefur verið. Þarna hafa tekist á óbundið mál og bundið. Eru átök inni í þér? Hafa verið átök inni í þér á milli hins bundna og óbundna? Nei, í raun og veru ekki. Ég fór af stað eða gaf út mína fyrstu bók fyrir 45 árum. Þannig að það er 45 ára höfundarafmæli. Þannig að sem höfundur er ég miðaldra en sem maður gamalmenni. Og fyrsta bókin mín sem kom 74, Kvæði. Hún vakti kannski mest athygli fyrir það að þar voru eingöngu háttbundin ljóð. Þvert ofan í samtímann. Já, og þá sem sagt var talað nú þarna komið eitthvað hefðbundið, en það var einmitt þvert á móti því að á þessum tíma þá lausamálsljóðið, það orðið hið hefðbundna. Þannig var það sem allflestir yngri menn ortu, ekki allir, og það er kannski þetta sem vekur athygli og þetta í raun og veru, ég lít á slíkar yrkingar og raunar allar yrkingar sem handverk í aðra röndina og það er kannski skýrara í háttbundnum ljóðum heldur en óháttbundnum. Og í háttbundnum ljóðunum kemur fyrir þessi að mörguleyti sér íslenska hrynjandi sem svo gríðarlega mikilvæg. Já. Og ef hún ekki rétt, þá hrekkur maður í kút. Já, það kannski fyrst og fremst auðvitað í krafti stuðlasetningarinnar. Já. Og svo auðvitað leyndardómar hennar auðvitað líka miklir því að það ekki gott að beita stuðlum þannig að þeir lendi alltaf á áhersluatkvæðum og þýðingamiklum orðum. Og í þessari bók eins og mörgum þínum fyrri bóka að reyna svolítið á þannþol stuðlasetningarinnar. Þú leyfið það? Já, en ég vonandi klikka aldrei á henni. Því að það nú einmitt eitt af því sem sorglegt að sjá stundum þegar fólk að yrkja
af góðum vilja háttbundið og leggur á sig að hafa stuðla en kannski alla á röngum stað. Já. Og þeir sem auðvitað eru inn í kveðskap slíkum, hvort sem það eru höfundar eða lesendur, þeir auðvitað bara heyra það á stundinni. Og margir hafa þannig bragir að þeir geta bara sagt hvort það er rétt eða rangt á þess að kunna neitt í reglunum. Akkurat. Alveg eins og barn getur talað á þess að kunna málfræði. Hvernig verða þín ljóð til? Þetta er að mörgu leyti fáránleg spurninga því að stundum kemur þetta bara himnum ofan, óundirbúið. En er einhver regla á þessu? Í raun og veru ekki. Þetta byggir fyrst og fremst á alls konar hugdettum sem geta komið í raun hvenær sem er. Það er annarkvort eitthvað í tungumálinu. Ég held að ég sé, eins og þú kannski komst aðeins inn á eitt af þeim skáldum sem yrki dálítið mikið út frá tungumálinu sjálfu og er að kanna það og rannsaka það og leika með það. Eða bara slíkar hugmyndir geta líka kviknað út frá einhverju sem maður sér eða heyrir og er bara svífandi í loftinu eins og mörg skáld hafa lýst. Og þetta krotar maður hjá sér og reynir að láta það aldrei bregðast. Því það er svo leiðinlegt að muna að maður hafi fengið mjög góða hugmynd en muna ekki hver hún var. Og þess vegna er að gera að skrifa niður og helst að hafa það skýrt að maður geti skilið það. Stundum dreymir mann eitthvað sem maður hreypar síðan mjög hratt að morgni eða kannski í svefnrofunum, skoðar að seinum daginn og veit ekkert hvað þetta er. En svona vinn ég mjög mikið og ég held að mjög margir höfundar geri það. Og svo verður eitthvað úr þessu seinna og sumu verður ekki neitt. Sumt vill verða ljóðum, annað ratar inn í sögur, skáldsögur, verður að tilsvari í leikriti eða bara getur birst hvar sem er. En er þetta ekkert þreytandi? Pípulækningameistari er ekkert endilega ekki að pípulæknir á kvöldinu og helgar. Þú ert eilíflega að fá hugmyndir. Er þetta ekki þreytandi á stundum? Nei, það er það nú ekki. Því að þetta er ekki þannig að maður sitji og streitist við að fá hugmyndir eða rembist við að fá þær. Því að maður reynir það, þá vilja það nú ekki koma. En heldur er það að vera vakandi og grípa þær þegar þær gefa kost á sér. Þórainn held ég að 70, þú ert ekki hægt að vinna. Nei. Þú getur ekki hægt að vinna. Nei, það er munurinn á okkur sem störfum sem frjálsir listamenn. Munurinn á okkur og öðrum sem kannski eru ráðnir í vinnu einhvers staðar. Að ef maður myndi lýsa því yfir listamaður lýsir því yfir að hann sé hættur að vinna, þá er eitthvað annað að heldur en bara það að hann sé orðinn 70. Og þannig að þegar vinir og félagar eru allir talandi einmitt þetta, ertu ekki að fara að hætta, ekki við mig, heldur hver við annan, þá sit ég bara hjá. Gangi þér sem allra verst. Þórainn 70 í dag og að lokum þetta. Muna skaltu fullt og fast á ferðum lífsins kjálveg, á endanum þú útskrifast alveg.